Já, Jóni, það var annað tímabil með Keflavík. Hvernig er tilfinningin að sigla inn í þetta? Það er svakalega góð. Eins og mér fannst gaman að þjálfa hérna fyrir einhverjum 14 árum þegar ég byrjaði og þessi 5 ár sem ég var með Keflavík síðast, þá finnst mér þetta miklu skemmtilega en núna. Ég er mikið þroskaðri og ég bara nýt þess að mæta hver einasta æfingu og taka þátt í þessu og þetta er ótrúlega gaman. Ég er bara þvílíkt þakklátur að fá að taka þátt í þessu verkefni. Nú er þetta, já, svona við ræðum bara Keflavík-liðið núna þetta sumarið. Mætti segja kannski annað eða þriðja svona off-seasoni í röðu þar sem er bara að fera hansi mikið úr liðinu. Já, það eru rosalega mikil forréttindi að fá að þjálfa í meistaraflokki Keflavík út af því að við erum með stórkostlega þjálfara sem hafa bara alið af sig hvern leikmann að fætur öðrum sem er að berjast að komast upp í meistaraflokki Keflavík og svo eru þessar stúlkur svo ótrúlega vel gefnar að þær vilja fara erlendis og víkka sjóndeildarhringinn og fara þar að leiðandi til Bandaríkjanna og sumar hafa farið annað og við erum með Sörrún í Bretlandi og við erum með leikmenn í Bandaríkjanum núna þannig að þetta er rosalega gott en slæmt á saman tíma en við erum svo heppin að það kemur alltaf maður í mannstað og það er að gerast núna. Þórunn er farin til Bandaríkjanna, Telma er úti, Birna er úti, Sara Rún eins og ég segir í Bretlandi í meistaranámi. Við erum að fá upp núna 3 unga leikmenn, 2 af þeim eru svakalega öflugar og 3. er landsliðsmaður líka og er lent í meiðslum og er aðeins og eftir þeim núna en ógeðslega flottar allar 3 en svo er ég að fá Ernu tilbaka og þetta er bara púsluspil og með stórkostlega mann með mér í þessu sem er Hörður Axel Vilhjálmsson sem er einstakur í því sem hann er að gera og við erum svona yin og yang, við metum hvern annan upp á þeim veikleikum sem við erum með og það einhvern veginn virkar bara eins og stórkostlega tjónaband. Eins og kemur að, þú veist mikið að leikmennum að fara út og eru hér og þar í heiminum. Kannski einhver leiti gott fyrir félagið að þessi leikmenn eru að fara út og það myndast þetta pláss fyrir þessar efnilegu leikmenn. Já, algjörlega og það sem að gera þetta líka er það að ég fæ á hverju ári, ég fæ e-mail frá skólum og hringingar frá skólum í Bandaríkjunum, ekki bara út af leikmennum og Keflavík, heldur líka bara vera að spyrja mútið leikmennir og öðrum liðum á Íslandi að orðspor félagsins Keflavík er orðið það mikið út af því að það hafa komið svona öflugir leikmenn upp úr yngreflokkastarfinu að þjálfarar erlendis eða skólar eru farin að hafa samband við okkur og spyrja okkur út í leikmenn, ekki bara frá okkar eigin félagi heldur líka öðrum félagum, þannig að orðsporið er orðið mjög hátt og það er ótrúlega maður er svona pínu auðmjúkur með það. Jákvæmt. Mjög já. En ef við lítum að þessu næst tímabili, ykkur spáð 3. sætinu í þessari deild, hvernig metur það? Er það hérna? Ég bara hef aldrei hlustað á þessu spá, ef ég er alveg reynskilinn. Það sem að stakk mig í þessari spá, kannski við tölum þessu spá, er að það eru 4 að 5 lið í þessari spá sem kusi ekki sem sjálfsett til þess að lenda í fyrsta sæti, þannig að mér finnst það mjög vafasamt ef ég á að segja hvað finnst þessa spá. Óhlutdrægt? Já, ég meina, ertu raunsar eða hvað, ég veit það ekki, ég trúi því alltaf að ég sé að fara að vinna. Ég er í þessu til þess að vinna, ég er eins og raunsar. Og ég veit að til þess að við vinnum í vetur eitthvað, það þarf alltaf að ganga upp. Og ég trúi því bara að það gera það. Alltaf, ég bara er einhvern veginn þannig gerður. Ég meina, ef þú myndir vera að spyrja einhvern annan þjálfara að þessu sem væri búinn að missa jafn mikið af leikmönnum og Keflavík er að missa út úr starfinu hjá sér eins og raun ber vitni á undanfarnum árum, þá myndi viðkomandi þjálfari segja bara þakkláttur að hanga í deildinni. Keflvíkingar bara eftir? Ég vakna þannig á mótnana, ég er alltaf vaskreitur og mér líður eins og $1.000.000. Það er bara eins og allra aðrir Keflvíkingar. Takk fyrir.